Það var mjög óraunverulegt fyrst og ég bara hló í svona klukkutíma. Svo auðvitað kemur yfir mann rosalegur ótti að hvað ef þetta er illkynja og það er ekki hægt að taka það og svona ýmsar hugsanir sem fara í gang. Byrja sem sagt að fá svona doða öðrum megin í andlitið og hunsa það svona fyrst því ég hef alltaf verið með mígreni frá ég var krakki og ég held þetta væri svona einhver ný einkenni tengt því. Fer svo til læknis og er í vinnunni og fæ símtal að það hafi fundist einhver fyrirferð í hausnum á mér. Svo fæ ég eiginlega ekkert mikið meiri upplýsingar heldur en að það þurfi bara sérfræðingur að hafa samband og við tekur bara biðtími sem var alveg virkilega erfiður. Ég kem í Krabbameinsfélagið á þessum biðtíma. Krabbameinsfélagið hjálpaði mér að svona ná utan hlutina. Hvað ef ég fæ góða fréttir, hvað ef ég fæ slæma fréttir og svona takast á við það. Ég held að þessi greining hafi í rauninni verið erfiðari fyrir mína aðstandendur heldur en mig sjálfa. Ég sá það bara á þeim og svo maður sjálfur að passa sig hvað maður er að segja við þau og svo greinist ég með góðkynja æxli og það er ótrúlega gott að vita að það er eitthvað svona sterk og góð samtök þarna ef eitthvað gengur ekki eins og það á að gera eða þetta poppar upp aftur og kemur aftur yfir mann þessi ótti eða þá er ótrúlega gott að vita af Krabbameinsfélaginu og að það er bara heill hópur af fólki sem veit hvernig manni líður og getur leiðbeint manni. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.